Góðan daginn Smárakirkja. Gaman að sjá ykkur á samkomu hér í dag. Ég er búinn að sakna ykkar pínulítið. Yndislegt að vera með ykkur. Við erum hérna saman komin til þess að lofa hinn hæsta. Og við ætlum að reyna við með góða gest hér í dag sem ætlar að predika orð Guðs fyrir okkur og eftir. Svo erum við með fleiri góða gesti. Friðrik Karlsson ætlar að spila á gítar með okkur í dag. Yndislegt, góður bróðir. En fyrst og fremst erum við hér saman komin til þess að lofa Guð. Við ætlum að rísa á fætur. Og við skulum muna það þegar við erum í lofgjörðina þó að sum lögin höfum við kannski heyrt aftur og aftur og aftur. Og hættan er alltaf svo að við dettum í að þetta verði bara einhverjir frasar, textarnir í lögunum. En munum að þeim mun meira sem við leggjum í lofgjörðina, þeim mun meira gefur hann okkur tilbaka. Drottinn Jesús, við komum fram fyrir þig á þessari stundu, við lofum þig og við tignum þig, við áköllum þín heilaga anda og við biðjum þig að mæta og vera með okkur í dag. Í Jesú nafni og allur líðurinn sagði Amen. I'm still
höndum í lappirnar og það fyrir náð Drottins Jesú. Ég veit ekki hvar ég væri ef ég hefði ekki náð Guðs. Maður hefur verið gengið í gegnum ýmislegt í lífinu og ég veit að ég tala fyrir hönd margra hér inni þegar við segjum það ýmislegt sem bjátar oft á. Og stundum upplifum við eins og Guð sé farinn, en hann ekki farinn. Hann ber okkur í gegnum erfiðleikana og þess vegna stöndum við ennþá í fæturna. Halleluja, takk Jesús. Takk Jesús fyrir að við fáum náð þína og við getum staðið í fæturna, Drottinn Jesús. Við lofum þig og við tignum þig og við blessum nafnið þig og höldum áfram í Jesú nafni. Amen, 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 amen. Takk Jesús. Tökum viskartátt, syngjum með lofum Guð og teygum í okkur nærveru hans. Það nóg af henni hér fyrir okkur í dag. Refreshing like the rain.
Jesú, allra lofgjörðar, allra dýrðar, fyrir allt það sem að þú hefur gert og fyrir allt það sem að þú ert. Við lofum þig, Drottinn, og við blessum þig. Halleluja, halleluja, halleluja. Drottinn Jesús, meira af þér og meira af þinni nærveru, Drottinn Jesús. Halleluja, halleluja. Sem flutt getur fjöldum, sem getur breytt sérhverjum kringumstæðum í lífum okkar. Syngjum þetta lag saman. Allir menn þurfa elsku og ást sem aldrei bregst þeim. Guð sýndu miskunn mér. Allir þrá uppgjör syndar, elsku hans sem bjargar. Vonans mannkins. Jesus, flutt hann getur fjöllin. Og ég heyri ykkur, hann frelsað getur hvern mann. Halleluja, frelsað getur hvern mann. Eilíf höfundur míns hjálpráðs, því hann eitt sigraði gröf, Jesus sigraði gröf. Halleluja. Jesus, þú sigraðir gröfina. Einhver kátur yfir því í dag? Halleluja. Takk við mér eins og ég og öll mín brot og syndir og af mig. Þér fel mér líf og fylgi, frelsar í allt ég gef þér. Ég gefst þér einum, ég gefst þér einum. Ó Jesus, flutt hann getur fjöllin, hann frelsar getur hvern mann, frelsar getur hvern mann. Eilíf höfundur míns hjálpráðs, því hann eitt sigraði gröf, Jesus sigraði gröf. Ó Jesus, flutt hann getur fjöllin, hann frelsar getur hvern mann, frelsar getur hvern mann. Eilíf höfundur míns hjálpráðs, því hann eitt sigraði gröf, Jesus sigraði gröf. Lýstu ljós þitt, láttu heiminn sjá. Við syngjum, sigur vann hann, segðu öðrum frá. Lýstu ljós þitt, láttu heiminn sjá. Við syngjum, sigur vann hann, segðu öðrum frá. Getur fjöllin, hann frelsar getur hvern mann, frelsar getur hvern mann. Eilíf höfundur míns hjálpráðs, því hann eitt sigraði gröf, Jesus sigraði gröf. Ó Jesus, flutt hann getur fjöll. Syngjum þetta saman, hann frelsar getur hvern mann. Hann getur frelsað hvern einasta mann. Eilíf höfundur míns hjálpráðs, því hann eitt sigraði gröf, Jesus sigraði gröf. Halleluja, halleluja, takk Jesus. Það ekkert sem að þú getur ekki gert. Það engin hlutur sem að fyrir meg. Það ekkert hugar ástand, ekkert þunglyndi, ekki neitt sem að bjátar á í lífum okkar sem að þú getur ekki lyft, Jesus. Takk, Jesus, fyrir nærveru þína.
og í nærveru þinni þar getur þú gert stór kraftaverk. Halleluja. Ég átti samtal við góðan vin minn á dögunum þar sem við vorum að ræða þetta. Guð sem að er almáttugur Guð sem að getur gert allt, en af hverju gerir hann ekki allt? Ég veit það ekki, ég er ekki Guð. Sem betur fyrr, þá væru við í vondumálum ef að ég var í Guð. Það er alveg á hreinu. En Guð er hins vegar svo miklu stærri heldur en við, og stundum þá skiljum við ekki okkur finnst hann ekki vera að svara bænum okkar. Ég veit ekki okkur það er, en ég hef hins vegar fullvissu það. Ég tala nú ekki í nærverun eins og hún er hér í dag. Að Guð er raunverulegur Guð. Og Guð er hér til staðar. Og hann þráir að mæta þér. Hann kannski svarar ekki alltaf bænum þínum með þeim hætti sem þú heldur. Yfirleitt gerir hann það með miklu betra svari heldur en það sem þú átt von á. Halleluja. Takk Jesús fyrir að þú getur gert alla skapaða hluti. Og þú gerir hlutina nýja á hverjum degi. Ég var að syngja saman aftur viðlagið Jesús, fluttan getur fjöllin. Jesús, fluttan getur fjöllin. Hann frelsar. Þið getið sungið meira heldur en þetta má ég heyra. Eilíf, höfundur mín hjálpráðs, því hann sigraði gröfina. Aftur. Jesús, fluttan getur fjöll. Það er ekkert smá. Hann frelsað getur hvern mann. Frelsað getur hvern mann. Eilíf, höfundur míns hjálpráðs, því hann sigraði gröf. Jesús sigraði gröf. Jesús, fluttan getur fjöllin. Hann frelsað getur hvern mann. Frelsað getur hvern mann. Eilíf, höfundur míns hjálpráðs, því hann sigraði gröf. Jesús sigraði gröf. Halleluja, ég trúi því. Kæru vinur, þegar við syngjum þetta lag, hann frelsað getur hvern mann. Og það er svo sannarlega rétt. Allir þeir sem hafa ekki komist til þekkingar á honum, þeir geta það. En líka við sem skilgreinum okkur sem frelsað fólk, við þurfum líka á frelsun að halda. Frá alls konar hlutum sem við erum að gangi í gegnum á degi hverjum. Og Jesús getur frelsað hvern mann, sama í hvaða kringumstæðum það er. Þannig að dveljum í nærveru hans og upplifum þetta frelsi. Það er frelsi hérna inni, finnið þið það? Þetta er ótrúlega gott. Halleluja, höldum áfram að lofa Guð. It's another good to see you Sunday morning. Oh, I hardly hear the words roll off my tongue. Looking in myself for signs of love. It's long gone. Oh, I stumble through a verse that says you love me. When my voice is echoed from my drifting, and I close my eyes, ashamed I'm feeling love. I pray. Of life
from this need. Give me back the joy of when I first believed. Heal me. Oh, I lose myself to one more day's indifference. When my eyes are everywhere but fixed on you, I don't have the strength to overcome this distance, but you do. Munið eftir þessu andartaki þegar þið frelsuðust í fyrsta skipti. Munið eftir tilfinningunni. Ég upplifði þetta persónulega þannig að mér fannst eins og allar heimsins byrðar væru teknar af huga mínum og hjarta mínum. Og það var bara, ég sveif á rósrauðu skýi. Við eigum aðgang að þessari tilfinningu á hverjum einasta degi. Drottinn, læknaðu mig og gefðu mér aftur þennan fyrsta kærleika. Halleluja. Halleluja. Heal me. Heal me. Heal these eyes. Heal this heart. Heal my mind. Breathe your breath of life. Heal me. Wake my soul from this sleep. Give me back the joy of when I first believed. Heal me. Heal me. There at the start, before the beginning of time. In no point of reference, you spoke to the dark, fleshed out the wonder of life. And as you speak, 100 billion galaxies are born, and the
can see your heart in everything you made. Every burning star is in the fire of grace. If creation sings your praises, so will I. Jesus, so will I. God of your promise, you don't speak in vain, no syllable empty your voice. Jesus, for once you have spoken, all nature and science follow the sound of your voice. And as you speak, 100 billion creatures catch your breath, evolving in pursuit of what you say. If it all reveals your nature, so will I. I can see your heart in everything you say. Every painted sky, a canvas of your grace. If creation still obeys you, so will I. So will I. So will I. Oh Jesus. The stars were made to worship, so will I. If the mountains bow in reverence, so will I. If the oceans roar your praise, so will I. For if everything exists to lift you high, so will I. If the wind goes where you send it, so will I. If the rocks cry out in silence, so will I. If the sun before your praise still will shine, Jesus, then we'll sing again 100 billion times. You chased out my heart through all of my failure and pride. Yes, you did. Yes, you did. On a hill you create, the light of the world, abandoned in darkness to die. Oh Jesus, and as you speak, 100 billion failures disappear. Yes, where you lost your life, so I could find it here.
klappa händerna och lova det i Jesu namn nu. Halleluja! Woo! Halleluja! One measure could amount to your deeds. You're the one who never leaves the one behind. You never leave no one behind. Jesus, Jesus. God of salvation, you chased out my heart, you all of my belief and pride. Tack Jesus. Það er þykk nærvera Guðs í dag sem við umgangað, og ef þú ert óvanur eða óvön að vera í svona andrúmslofti en ert að leita Guðs, hér er tækifæri til þess. Lyftu hjarta þínu og höndum til himins. Drottinn Jesús, snertu við einum og sérhverjum hér inni. Away, away, away from the noise, alone with you. Away, away to hear your voice, me with you. Nothing else matters. My one desire is to worship you. I live to worship you. I live to worship you. To worship you, I live to worship you. I live to worship you. Away, away, away from the noise, away, away to hear your voice and me with you. Nothing else matters. My one desire is to worship you. I live to worship you. I live to worship you. To worship you, I live to worship you. I live to worship you.
Eitt af þeim orðum sem notuð í Biblíunni lofgjörð þýðir það bókstaflega þegar maður skoðar, ég man ekki hvað orða var, en það þýðir að við lyftum upp höndum og við setjum fingurna í sundur. Ekki til þess að við gerum neitt annað heldur en að gera það, en við gefum Guði fullt leyfi til þess að taka af okkur þá hluti sem við erum að glíma við. Og það er svo gott, tákgrænt að gera hlutina með þeim hætti. Ég var að rísa á fætur, ég var að syngja To Worship You I Live, ég var að lyfta upp höndum og hafa fingurna í sundur og leyfa Guði að taka af okkur þær byrðar sem að þjaka, ef að þær eru einhverjar, eða það sem við erum að gangi í gegnum á hverjum degi. Lofum Guð og leyfum Guði að vinna í okkur. To worship you I live, to worship you I live to worship you. Hallelujah. To worship you I live, to worship you I live to worship you. Syngjum þetta aftur. To worship you I live. To worship you I live. To worship you I live to worship you. Guð, vindu þitt verk hér í dag. Snertu við einum og sér hverjum. To worship you I live. To worship you I live to worship you. Hvers kyns vandræðagangur að lyftast upp hér í dag. Höldum áfram að syngja. To worship you I live. To worship you I live to worship you. Halleluja. Læknaðu sérhver sár, Jesús. To worship you I live. To worship you I live to worship you. Meira þér og meira fyrir lækningu, Drottinn Jesús. To worship you I live. To worship you I live to worship you. Hallelujah. Finnum við frelsi. To worship you I live. To worship you I live to worship you. To worship you I live to worship you, Jesus. To worship you I live. To worship you I live to worship you. Einu sinni enn. To worship you I live. To worship you I live. To worship you I live to worship you. Wow. Halleluja, takk Jesús. Hvað getur maður sagt eftir svona lofgjörð? Halleluja, Guð góður. Halleluja, gaman að sjá ykkur hérna. Og hvað gaman að sjá ykkur. Ótrúlega eru þið falleg. Róm okkur í gleðinni hvað allir eru fallegir hér í dag. Ykkur óvenjuleg staðarlega fegur hérna? Halleluja, halleluja, það fegur hér í dag. Því að Guð gefur fegur í stað ösku. Guð gefur nefnilega fegur í stað ösku. Og það eru margir sem hefur búin að upplifa það að það er ýmislegt hefur verið brennt í burt í þeirra lífi. Og ég er að segja ykkur að það er góður hlutur. Því hann gefur fegur í stað ösku. Þegar við leyfum þessum hlutum bara að brenna, þá kemur fegur í staðinn.
Það kemur upprisi í staðinn. Og ég veit ekki með ykkur en ég er til í upprisi hér í dag. Eru þið til í upprisi? Halleluja, Guð er góður. Og hann er upprisu kraftur í lífum okkar. Halleluja. En ég er bara hér og ég er bara ágætt til orð, þvílík lofgjörð. Ég verð bara sérstaklega að hafa orð á því hvað við erum ótrúlega blessuð í þessari kirkju. Það er bara ekki eðlilegt. Jón og Rúnar eru úti og það er annað söngfólk sem ætlaði að koma í dag sem kom ekki, en vá! Það er bara yfirflæði á öllum sviðum og ótrúlega dýrmætt að hafa Frissa hérna meðal okkar. Ótrúlega þakklátt. Amen. Ég ætla ekki að tala neitt hérna í dag, en mér fannst mjög athyglisvert. Það var tekið lagið hérna áðan, Heal Me. Við tóku eftir því lagi. Þetta er venjulega ekki sungið sem lofgjörðarlag hér í Smárakirkju, en við vorum einmitt að tala nákvæmlega þessi mál í gær. Ég og minn maður með Stefán, hvernig Guð vill koma inn í líf okkar að gefa lækningu. Guð þráir að gefa okkur lækningu og það er svo margir sem að upplifa kannski einhver dauð á einhverju sviði og í staðinn fyrir að grafa það sem er dautt, skilja það eftir og halda áfram, þá festist fólk þar. Og mér langar að segja við ykkur í dag, það er ekki vilji Guðs fyrir okkar líf. Því að hann dó, hann var grafinn, svo reis hann upp. Hann reis upp, vinir. Og það eru gleðitíðindin, það eru góðu fréttirnar, hann reis upp. Og hann reis upp fyrir mig og fyrir þig, vinir. Og upprisu kraftur hans er aðgengilegur okkur í dag. Og það eru góðu fréttirnar. Það mér langar til þess að bara minna ykkur á, alveg sama hvað þið hafið verið að ganga í gegnum. Hleypið upprisu krafti drottins að í ykkar lífi og hann þráir að reisa ykkur upp. Hann þráir að reisa mig upp. Þannig í Jesú nafni, það er það sem ég vildi sagt hafa. En við ætlum að taka fórn. Mér langar nefnilega svo ofboðslega mikið, mamma mátti hætta að túlka. Mér langar að blessa þennan mann alveg sérstaklega. Þessi maður, ég er búin að þekka hann í 2 sólarhringa núna. Ég verð nú bara að segja, ég man ekki eftir öðru eins. Mér finnst hann bara algjörlega magnaður. Og mér langar að blessa hann alveg sérstaklega fyrir að taka frá tíma og koma hingað og bara vesenið í kringum það og hann er svo með svo viljugt hjarta. Ég hlakka til að hitta konuna, hún er víst alveg mögnu líka. Þannig mér langar til þess að biðja ykkur að taka þátt hér í dag. Við ætlum að blessa og við ætlum að gera það vel og það er posi hérna frammi fyrir þá sem að vilja nýta það. En við ætlum að biðja saman. Drottin, ég bara þakka þér fyrir náð þín og miskunn og trúfesti. Ég þakka þér fyrir að við fáum að koma hérna saman í þínu nafni. Því að þú ert hér mitt á meðal. Og drottin, ég gef þér verkheimild í mínu lífi. Ég gef þér verkheimild í þessari kirkju. Ég gef þér verkheimild hér í dag, drottin. Ég bið að starfa það vild. Verði ekki minn vilji, verði þinn vilji. Og drottin, við verðum trúfust að gefa þér allan dýrð, heiður og lof. Og við biðjum í Jesú nafni og allir liðurinn sagði. Amen. I'll stand with arms high and heart abandoned in awe of the one who gave it all. I'll stand to you, Lord, I surrender. All I have is yours. I'll stand with arms high and heart abandoned in awe of the one who gave it all. I'll stand to you, Lord, I surrender. All I am is yours. I'll stand with arms high and heart abandoned in awe of the one who gave it all. I'll stand
Ég langar til þess að við gefum þessu snildar fólki enn einu sinni gott klapp. Drottinn blessi þau. Amen, en það er fólk ennþá að gefa fórn hérna. Takk, Jesús. Það er nóg tími. Mér langar til þess að biðja Halldór, Stefan. We just welcome you, my brother. We're really happy to have you. You feel like coming up and starting right now? No, Halldór is, who was interpreting yesterday. Yeah. What's his name? You were asking? No. You want him to sit? Thank you. Amen. Hallelujah. Halleluja. Hello, everybody. Sæl öllsumur. How are you? Hvernig hafið þið það? Doing okay? Allt í lagi. Amen. Thank you, Lord. Takk, Jesús. I feel that there is such a healing anointing here tonight. Ég finnst þeirra lækningarspurning hér. And if you just play that song that you were singing also, Heal Me, just play that song. Bara spila lagið eftir Heal Me, lækna mig. Because I believe. Ég trúi. I actually believe that I was sent here by a purpose. Ég trúi að ég hef verið sendur hér með ákveðin tilgang. You know, I'm too old to send myself. Ég of gaman til að senda sjálf mig. When I was young, I was sending myself. Þegar ég var ungur, þá sendi ég sjálf mig hingað og þangað. But I'm too old now. En nú of gaman til. I'm too tired. Ég of þreyttur. So now I go by the leading of the Holy Spirit and Nú læt ég heilan anda leiða mig. and the purposes of God. Og með tilgang Guðs. I don't think that I will have my best preaching tonight. Ég ekkert viss ég prediki mína besta prediku núna. Just as you know, I can preach very good. En bara svo að vita, þá get ég predika mjög vel. I've been preaching many years, Og ég búin að predika í mörg ár. so I can really Ég get predika. use the shotgun of preaching. Og ég get notað fallbyssur hérna og haglbyssur. But then when God comes, En þegar Guð kemur, He destroys my preachings. þá eyðir okkur alltaf predikuna fyrir mig. He comes in and He mingles in here. Og hann kemur og hann mixar þetta saman. And you know, and that's the best. Það best. Hallelujah. Halleluja. Shall we welcome the Holy Spirit? Eigum að bjóða heilagan anda velkomin. Holy Spirit, welcome here tonight. Heilagur andi, þú ert velkomin hérna í kvöld. You know every single heart. Þú þekkir hvert hjarta. You know the heart of this church. Þú þekkir hjarta þessara kirkju You know the heart of the people. og hjarta fólksins. You know every heart of the visitors. Þú þekkir alla hjarta sem í heimsókn. You know where they are right now. Þú veist hvað þið eru núna. And thank you, Father, Og þakka þið, Faðir, for touching every single one of us að snerta hvert og eitt okkar tonight. í kvöld. In Jesus' Í name. Jesú nafni. Amen. Amen. Hallelujah. Halleluja. Glory. Now, I don't know really the setting here. Ég veit ekki alveg hvernig setupið Because it's the first time I'm here. að þetta fyrsta sinn sem ég kem I don't want to mess things up now. og ég vil ekki klúðra hlutunum. Because I really want to come back. Ég vil endilega fá að koma aftur. So usually I don't preach too long. Og venjulega þá predika ég ekkert of lengi. Now in these modern times, Og sérstaklega ekki nú á tímum. we preachers are allowed to preach only 30 minutes. or Og þá something. erum við okkur predikunum bara leyft að predika cirka 30 mínútur. I try to do that. Ég reyna að gera það. But can you give me some grace tonight? Þið getur gefið mér smá náðar tíma í kvöld. Not look at your Og watch. ekki lítið of mikið af úrinn ykkar í kvöld. Because I don't really know how long I'm going Af to því go. ég veit ekki alveg hvað þetta tekur langa tíma. I'm not going to wear you down. Ég ætla ekkert að þreyta ykkur. I promise you. Ég lofa ykkur því. I get tired quickly. Ég þreyti sjálfur mjög So fljótt. that helps. Og það hjálpar þá. So I will not, have a super long preaching. Ég vil ekki hafa neitt mjög langa predikun. But I just feel that I want to give the thing I have in my heart. En ég verði að fá að gefa það sem er á hjarta mínu. And it will take a little Og time, það tekur smá stund. if that is okay with you. Ef það allt í lagi. Is that okay? Það allt í lagi? Good, good. Yeah. Hallelujah. What do you want? You're going to take over? Hvað viltu?
Hallelujah. Somebody else that wants a hug now? Einhver annar sem vil fá faðmlag? Okay. No one. Engin annar. 2 years ago, Fyrir 2 árum, I was rushed with the ambulance to the hospital. þá var ég fluttur með sjúkrabíl á spítalan. I was really in bad condition. Og ég var í mjög slæmu ástandi. So I came to the hospital, Ég var komin á spítalan. and they, I don't know what they did Ég veit ekki nákvæmlega hvað þeir gerðu, because I was not aware. vegna þess að ég var ekki með meðvutund. So they woke me up, Svo þeir vöktu mig and the doctor, og læknirinn, he came to me, and he was a heart doctor, og hann kom til mér og það var svona hjartaskurðlæknir and he examined my heart. og hann skoðaði hjartað í I mér. had some heart issues then. Ég var með smá vandamál í hjartunum þá. I don't have that problem any longer, Það búið. so you don't have to be afraid. Þið er ekkert óttast hjartað í mér í dag. I will not sink down and die here tonight. Ég mun ekki setjast niður og deyja hjartaslægi í dag. But the doctor, En læknirinn, he helped me, hann hjálpaði mér and he woke me up, og hann vakti mig and he sat down on the chair, og síðan settist hann á and stólinn he started to talk to me. og hann byrjaði að tala við mig. And he said, he wanted to really, he came at me. Hann eiginlega talaði beint til mín og So he vildi said, Stefan, you have aðeins a good heart, hann sagði, Stefán, þú er með gott hjarta, but you are not treating your heart en þú ferð illa með það. the way you should. Þú fer ekki eins vel með þess og ættir að gera. And next time you come in here, Næst þegar þú kemur, you will be dead. þá verður dauður. So I just want to warn you. Sjá, ég vil bara vara þig við, sagði hann, And then he started to talk to me, og síðan byrjaði hann að tala and then he said, og sagði, what do you work with hvað gerir annars? for a living? Já, við hvað starfar þú? And then I looked at him and I said, Og ég leita á hann og sagði, I do the same things that you do. og ég sagði, ég gera það sama og þú. What? Are you a doctor? Hvað, ertu læknir? Sort of. Já, svona eins konar, sagði ég. In which area, he said? Og hvernig læknir ertu? The heart area. Ég er hjartalæknir, sagði ég. What do you mean, sir? Hvað meinar þú, sagði hann? I never seen you at the Ég hef aldrei hospital. séð hérna á spítalanum. No, I don't work here. Nei, ég vinn ekki hérna, sagði ég. Well, where do you work? En hvar vinnur þú þá? Everywhere. Allstaðar. I don't understand, he said. Ég skýri þig ekki, sagði hann. How do you work? Hvað ertu að gera, nákvæmlega? I do the same as you do. Ég gera það sama og þú, sagði ég. I'm fixing people's hearts. Ég laga hjörtin í fólkinu. I'm repairing hearts. Ég er að bæta hjörtin. Well, how do you do that? Já, hvernig gerur það, spurði læknir? I am giving them the good news of Jesus. Ég gef þeim góðu fréttirnar Jesús. Oh, Já, sagði hann. now I understand. Já, nú skil ég. But please tell me how you do that. En segðu mig hvernig þú gerir það, sagði hann svo. So I started to tell him. Og ég byrjaði að segja honum frá því. And then he got a call. He had to rush away to Oh. another patient. Síðan var hóað í hann og hægt að hlaupa og hitta annan sjúkling. And then after half an hour, he came back Og again. það byrja hálftíma setna kom hann aftur tilbaka. And he said, I was thinking Og hann about sagði, ég var að hugsa what you said. það sem þú sagðir áðan. Oh, I'm very, very, impressed. Ég bara, þetta er áhrifamikið, sagði So you travel around and you're amending people's Svo þú hearts. ferðast og lagar og hérna hjörtin í fólkinu. Yes, I do. Já, sagði ég. And you preach to them. Og þú predikar yfir þeim. Do you anything more? Gerir eitthvað meira en það? I pray for them. Já, ég byrð fyrir sagði ég. Oh, wow. Vá, sagði hann. That was very precious. Það er dýrmætt. I never met any person like this. Ég hef aldrei hitt neitt eins og þig, sagði hann. You see, Sweden is very secular right Það er now. mjög sænska ríki er mjög heimslegt. I never heard about that. Ég hef aldrei heyrt svona, sagði hann. How long have you been doing that? Hvað ertu búin að gera þetta lengi? Over 30 years. Já, yfir 30 ár. Wow. Vá, sagði hann. Very interesting. Þetta er athyglisvert. But how do you do that? En hvernig gerur það? He couldn't let me go. Hann vildi ekki sleppa How do mér. you do that? Hvernig gerur þetta nákvæmlega? Now, first of all, I said, Fyrst af öllu sagði ég, you need to get people to open their hearts. þú þarft að fá fólk til að opna hjartað sitt fyrst. You open their hearts by a knife. Þú opnar hjartað þeirra með hníf. I wish I could do that. I wish I could do that. Stundum vildi ég óska að ég segi gæti það líka. But we are not allowed to use knives. En við erum ekki lokuð, við erum okkur ekki leyft að nota hnífa lengur. So you open them with the knives. Þú opnar þeim með hnífa, sagði ég. But I have to open them En ég verð að opna þau with my own broken heart. með mínu eigin brostna hjarta. Because they will never open their hearts Því þeir munu aldrei opna sitt hjarta if I don't have a broken heart. ef ég er ekki með brostið hjarta. Oh
sagði hann. So you mean that they need to have trust? Þegar þýðir það að þau þurfa að treysta, sagði Oh, hann. I tell you, Já, they need to have trust. þau þurfa að treysta. You know why? Veistu hvers vegna? Because the heart is the most sensitive part of Sem the person. hjartað er næmasta og viðkvæmasta líffæri í líkamanum. And if somebody opens their heart, Og ef einhver opnar hjarta you sig, have to tread very þá carefully. þarf það að fara mjög varlega að því. And it helps Og það hjálpar that you have a broken heart. að þú sjálfur ert með brosti hjarta. But here tonight, En í kvöld, í dag, we are going to repair hearts. ætlum við að gera við hjörtu. Of course, you know I can't do that myself. Þú veistu þetta að ég get ekki gert það sjálfur. I'm just a simple mechanic. Ég er bara einfaldur bifvélavirki. I can't do that. Ég get ekki gert það. But I know who that can. En ég veit þann sem getur. And he is here tonight. Og hann er hér núna. Hallelujah. Halleluja. His name is Jesus. Hann heitir Jesús. And he is the mender of our soul. Og hann lagar og bætir sál okkar. Can you say amen? Hann gerir við sál okkar. Getur þú sagt amen við því? I noticed that Jesus is a tremendous fixer. Hann er stórkostlegur viðgerðarmaður, hann Jesús. He can really fix Hann things, getur lagað hluti, especially hearts. sérstaklega hjörtun. And you know, this is the first time I'm here. Þetta er fyrsta sinn sem ég kem til ykkar. Next time I come, I cannot use this advantage that I have. Og næst því ég kem, þá hef ekki sama forskot eins og ég hef núna komið fyrsta sinn. What kind of advantage do I have Og now? hvers konar forskot hef ég núna? I don't know nothing. Ég þekki ekkert ykkur, veit ekkert hverið eruð. I don't know nothing about Ég it veit ekkert ykkur. because I have never been here before. Ég hef aldrei komið henni áður. So that is a tremendous advantage Og það that I það have. er gott forskot sem ég hef. I have not talked to anyone. Ég hef ekki talað við ykkur. I haven't got any information Ég hef ekki safnað upplýsingum ykkur, about you. þig. I am here for the first time. Ég er hér í fyrsta sinn. Next time I come, Næst því ég kem, I know something about you. þá veit ég eitthvað ykkur. And then I'm limited. Og þá hef ég takmarkað. But tonight, En í dag I have a great advantage. er ég með stórkostlega forskot I á don't know nothing. Ég veit ekkert. The problem we have Vandamáli sem við höfum, sometimes stundum, that we know so much. við vitum of mikið. At least we think we know. Eða við höldum allavega við vitum það. We have grown up with people. Við höfum vaxið úr garði með fólki. We know their story. Við þekkjum söguna þeirra And we think we know everything. og við höldum við vitum allt. When we are mistaken. Hug? You want to have a hug? This is Daniel. Þetta er Daniel. He's Swedish. Hann er sænskur. Hallelujah. I was his pastor. Ég var pastorinn hans Actually, many years. mörg ár. Yeah. And he loves me. Og hann elskar mig. You love me? Elskar mig. Hallelujah. We don't know so much as we think Við vitum ekki eins mikið við höldum about people. fólk. If you have your husband or your wife here tonight, Ef að maðurinn er konunni með þér, you think you know her. þá heldur þú þekkir hann eða hann. Mamma mia. You have your husband here, Ef þú er með eiginmanninn hérna, you think you know everything þá about heldur þú him. vitir allt hann. Oh. We know very little, Við vitum svo lítið. but we have one person. En við erum með einn He knows everything. sem veit allt. I shot the sheriff. And he is here tonight. Jesús er hér. Hallelujah. Þessi dáin. Did he die? I can speak loud. They are fixing this. When I was praying for this meeting, Þegar ég var að biðja fyrir þessa samkomu, I saw a picture. sá ég mynd. I saw a big heart. Sá ég stórt hjarta. It was red, pumping, Það var rautt og það var að pumpa.
It was a working heart. Það var hjarta sem var í virkni. But I also saw En ég sá líka it was damaged. að það var skemmt. There was things in that heart Það var eitthvað í hjartanu that was damaged. sem var skemmt. It was working, Það virkaði but not the way it, you know, it could work. en ekki eins og það ætti að gera best. It was damaged. Það var eitthvað skemmt. And God showed me Og Guð sýndi mér that this night að núna He wants to mend and heal people's hearts. þá vill hann lækna og gera við hjörtu fólks. Hallelujah. Halleluja. So number one, Númer 1. we need to open our hearts. Við þurfum að opna hjart okkar. My friend, Vinur minn, I know it hurts ég veit að það er ekki auðvelt to open your heart, að opna hjarta sitt. but please do. En gerðu það fyrir okkur, opna You hjarta. have nothing to fear Þú er ekkert að óttast because God is here. þegar Guð er hér. Hallelujah. Amen. Halleluja. And we will walk softly and carefully Og við munum umgangast hjarta þetta vandlega og varlega. towards your heart with this Með message. hjarta þínu með þennan boðskap sem við höfum. I know Ég veit, because I've been there myself. því ég hef verið sjálfur á þessum stað. I know how it is Ég veit hvernig það er when the heart is hurting. þegar hjartað er sárt. You know, we can hide that away Það er hægt að fela það and we can pretend og við getum verið í þykistuleik that everything is okay. að allt sé í lagi. And you may fool somebody. Það er hægt að plata einhverja You þannig, can never fool God. en það er ekki hægt að plata Guð. We have so many pretenders in Það churches. er svo margir þykistufólk. Oh, they pretend, you know. Þeir leika séu frjáls. And the heart is crying. En hjarta grætur. But they pretend that everything is well. En þau láta sem allt sé í lagi. And Jesus, He looks beyond En Jesús lítur alltaf into the lengra en depths of your það, heart. inn í hjarta. Because He knows Þess að hann veit, that if He cannot, He is not allowed to fix your heart, ef að hann fær ekki að gera við hjarta, He cannot fix your life. þá gerir ekki laga líf þitt heldur. So tonight, Svo núna, you want to take courage þá hvet ég þig and open your heart. til að opna hjarta þitt. There is a misunderstanding Það er sometimes stundum misskilið that we think að við höldum that God will open our að hearts. Guð muni opna hjarta okkar. God cannot open your Guð heart. getur ekki opna hjarta þitt. But sometimes you pray like En that. stundum byrðum við þannig. Oh God, open my heart. Guð opnaði hjarta mitt. But He can't. Hann gerir það ekki. Because the door handle is on the inside. Af því að handfangið er innan á hjarta. And you got the key. Og þú ert með lykilinn. You will open your Þú heart. opnar hjarta. And when you open your heart, Og þegar þú opnar hjarta, He will open your eyes. þá mun hann opna augu þín. Amen. Amen. And when He opens your Og eyes, þegar hann opnar augu þín, the first one you will see það fyrsta sem þú sér is He that is standing outside your heart, hann sem stendur fyrir utan hjarta þinnar. the healer from Nazareth. Læknirinn frá Nasaret. Can you say amen to Getur that? sagt amen við því? Hallelujah. He is here tonight. Hann er hér núna. Frederick, is it okay? No, that Frederick was there. Já. Where did Frederick go? Where is he? He went home. Nei, hann. He got sour. No, there he is. There he is. I just want to wave at you. Hann mér langar bara að veifa I þér. like your playing. Mér kunna vel að mynda gítarleikin þinn. Super duper. Algjörlega súper. Amen. And I liked everybody here. Og allt bandið var svona And the sjóðhengt. singing. The singing. Og yeah, söngurinn. it was so good. Stórkostlegt. So good. And what's your name? Rabbi. Rabbi. Nickname is Rabbi. 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 Okay, whatever. Hallelujah. Wonderful. Stórkostlegt. Is it okay that you play there? Or you get tired? Or He is fine. No, fine. you can sit there? Is it okay? It's the best thing I do, you know. Thank you. Okay, let's go to Genesis, Skulum fara í fyrstu Mósebók, chapter 15. 15. kafla. And I will, yes. No, I said wrong here. Sorry. Exodus, Aðra Mósebók, chapter 15. 15. kafla. Verse, Önnur Mósebók, 15. verse kafla. 22 to verse 27. Og það eru vers 22 til 27.
Then Moses led Israel from the Red Sea, and they went into the desert of Shur. For 3 days they traveled in the desert without finding water. When they came to Marah, they could not drink this water because it was bitter. That is why the place is called Marah. So the people grumbled against Moses, saying, "What are we to drink?" Then Moses cried out to the Lord, and the Lord showed him a piece of wood, and he threw it into the water, and the water became fit to drink. There the Lord issued the ruling and instruction for them and put them to the test. He said, "If you listen carefully to the Lord of your God and do what is right in his eyes, if you pay attention to his command and keep all his decrees, I will not bring on you any of the diseases I brought on the Egyptians, for I am the Lord who heals you." And in verse 27, then they came to Elim, where there were 12 springs and 70 palm trees, and they camped there near the water. Móse lét Ísrael hefja ferð sína frá Sefhafinu og heldu þeir til Súr eyðimerkur. Gengu þeir 3 daga eyðimörkina og fundu ekkert vatn. Þá komu þeir til Mara, en þeir gátu ekki drukkið vatni fyrir beiskju, því það var beiskt. Fyrir því sá staður kallaður Mara. Þá möglaði fólki á móti Móse og sagði, "Hvað eigum við að drekka?" En hann hrópaði til drottins og vísaði drottni honum þá á tré nokkur. Kastaði hann því í vatnið og þá var vatnið sætt. Þar setti hann þeim lög og rétt og það reyndi hann þá og hann sagði, "Ef þú hlýðir gaumgæfilega raust drottins Guðsins og gjörir það sem réttir fyrir honum, gefur gaum að boðurum hans og heldur allar skipanir hans, þá vil ég engan þar sjúkdóm á þig leggja sem ég lagði á Egypta, því ég drottinn græðari þinn." Síðan komu þeir til Elim, þar voru 12 vatnslindir og 70 pálmar og settu þeir búðir sínar þar við vatnið. Amen. Amen. Now they came to Marah. Þeir komu til Mara. This is what you do. Það er það sem þú gerir. You can never avoid Marah. Þú forðast, þú getur ekki sloppið við Mara. Because Marah Mara is a part of your journey. hluti af ferðalaginu þínu. I know Ég veit when you are tasting the bitter water, að þegar þú ert að drekka beist vatn, when I'm tasting the bitter þegar ég water, drekk beist vatn, sometimes I wonder, stundum þá velti ég fyrir mér. why do I have to go through this? Hvers vegna óskonum þarf ég að vera að ganga í gegnum það sem ég er að ganga Why í did gegnum? this happen to me? Akkur kom þetta fyrir mig? What did I do wrong? Hvað gerði ég eiginlega rámt In order to have this bitterness in my life? til að verðskulda þennan beiskleika í lífi mínu? Why? Hvers vegna? You see, Marah Mara is a part of the journey. hluti af ferðalaginu. But Marah is not the end En station. Mara ekki loka áfangastaður. I said it's not the end station. Ferðalagi hættir ekki þar. It may be a part of your Það journey, kannski hluti af ferðalaginu. and you will taste that bitter Og water. þú munt fá að smakka vatnið beist. How do you know that the water is bitter? Hvernig veist að vatnið beist? When you get it in your system. Þegar það fer í líkama þinn. You know, you never see that the water is Þú bad. sérð ekki að vatnið beist. It looks like just like water. Það lítur bara eins og annað You vatn. didn't see that relationship was not good for Þú you. sást ekki kannski að þetta samband við It þennan looked aðalega like var eitthvað water. óheilbrigt. You were so thirsty, En þú var svo þyrstur so you didn't bring any equipment with you þegar þú komst ekki með einn mælitæki á vatnið to test that water. til að reyna vatnið. So you just drank it. Þú bara drakkst af því. And then you discovered Og þá komstu að you því had come to Marah. að þú varst komin í Mara. Can you say amen? Getur sagt. Or those things that happen in your life. Allir þessi hluti sem gerast í lífið þínu. You didn't know Þú vissir ekki that this thing was a place of að bitterness þetta var biturleik og beist vatn until you tasted it. fyrir þú smakkaðir það. And then you know. Og þá fékkst að vita. And then you wonder, Og samt veltur how þið fyrir can I get rid of that thing in my life? hvernig getur losað mig við þetta beiska vatn. Of course, you are here tonight. Auðvitað ertu hér I núna have all the answers. og ég er með öll svarin. Of course, I'm loaded with the answers. Ég er með fullt af svörum. But before we go to the answers, En áður fyrir maður svörunum we have to camp together a little bit. að þá þurfum við að telja saman. And you wonder, why is it that I have to go through that? Og þú veltir fyrir, af hverju þarf ég að ganga í Why gegnum couldn't þetta I tímabil? just come to Af Eli? hverju gæti ekki farið strax beint til You were Eli? heading for Þú Eli, ert stefnir í Eli and Mara was your og experience. Mara, þú veist að upplifa Mara.
You wanted to go to Þú Elim. vildir fara til Elím. Everybody wants to go to Allir Elim. vilja fara til Elím. We even name churches Elim. Og við meira sér köllum sem að kirkjurnar Elím. There's a lot of churches in Sweden. Fullt af kirkjum í Svíþjóð They are called sem Elim. heita Elím. But I never found a church called Mara. Ég hef ekki hitt neina kirkju sem hef fundið neina kirkju sem No heitir one Mara. wants to call that church as Engin vil Mara. kalla kirkjuna Mara. They should call them Mara, Ætti að but kalla þar Mara. they don't. En þeir gera það ekki. Because there's so much bitterness in those Því churches. það er svo mikið bestja í sumum kirkjum. So the correct name should be Mara. Það rétt nefni væri Mara. Oh. But I tell you, my friend, En ég segi þér eitt. this church is not a Mara church. Þessi kirkja er ekki Mara kirkja. This church is an Elim church. Þessi kirkja er Elím Can kirkja. you say amen to that? Getur þú sagt amen? And you as a person, Og þú sem you are einstaklingur, not the Mara þú person. ert ekki Mara You einstaklingur. are an Elim Þú ert person. Elím einstaklingur. Hallelujah. What is Elim? Og hvað er Elím? Well, it was many springs there. Það voru marga vasslindir. Not only one. Ekki bara ein. You can, it is enough for you with one. Það er ekki bara að sé ein fyrir þig. But you see, God gives you 12 Hann springs gefur 12 uppsprettur. because you are supposed to multiply. Vegna þú átt að margfalda þig. You are supposed to be a blessing. Þú átt að vera blessun til You are annara. supposed to have more than enough. Þú átt að hafa meir en nóg. And this is where you are heading. Og það er þangað sem þú stefnir. Amen. Amen. They came to Mara. Þeir komu til Mara. And then when they came to Mara, Og þeir komu til Mara. they discovered what you have discovered. Að þá komist þér að því sem þú The hefur komist water is að. bitter. Að vatni getur verið The beist. water is bad. Það er slæmt vatn. Can't drink it. Það er ekki hægt að drekka það. And you know, our reaction Og viðbröður okkar when we er, are tasting bitterness in life, þegar við drekkum eða fáum að bestu byggar lífsins, reaction, þá eru viðbröð okkar. almost like a reflex, Það er svo bara we just want to ósjálfan go from there. Við bara viljum yfirgefa We svæði. just run away. Við viljum hlaupa burtu. The problem is Vandamálið er that the water is inside. að vatnið er komið í So þig. wherever you go, Því að hver sem þú fer, you have that water with you. þá fer vatnið með þér. It doesn't matter Það skiptir if ekki you máli. change your Þá circumstances breytir kringumstæðan. because you have the water on the inside Það of vatnið you. er í þér. What shall you do with that Hvað áttu að water? gera við vatnið? Well, of course, I have the solution. Já, ég er með lausnina. A piece of wood. A piece of wood. Já, og það er viðarbútur. Oh my God. What did Moses do? Hvað gerði Móse? He took, the Lord showed him Guð sýndi honum a tré, piece of wood og and he threw it into the water hann hendi því í vatnið. and the water became sweet. Og vatnið var sætt. Wow, what a miracle. Það er kraftaverk. What a trick, you know. Var þetta ekki eitthvað töfrabragð? I know that you don't cleanse water with wood. Ég veit að þú hreinsar ekki vatnið við. You don't throw a piece of wood into Þú water. kastar ekki tré í vatn. But God showed him, En Guð sýndi honum, use a piece of wood that No. I will show you notaðu tré sem ég bendi þér á and throw that into the water og kastaðu því í vatnið. and it will become sweet. Og þá verður það sætt. That, I know a piece of wood. Ég veit slíkan við. Follow me to a place outside Jerusalem. Fylgdu nú með mér af stað fyrir rétt fyrir utan On a little Jerúsalem. hill called Golgotha. Á hæð sem heitir There Golgata. was a piece of wood there. Þar var tré And they hang a man on that tree. og þeir hengdu menn á þetta tré. And this man Og þessi maður, paid it all. hann greiddi fyrir He allt. paid for all the Hann bitterness. greiddi fyrir alla He paid for beiskina, all this hurt. alla sásaukan. He took away all the Hann sin. tók burtu alla syndina. He paid for everything. Hann borgaði fyrir allt. And when you apply the wood of the Og cross, þegar þú tekur við krossinum, meaning og sem þýðir the applicable thought is að þegar þú notar þennan kross sem that að you take viðin í what he krossinum, did með öðrum orðum, þú tekur það and sem you hann bring it gerði, into your witness. tekur það sem hann gerði inn í þínu Your beiskleika, bitter water þá mun þitt beiskleika will become sweet. verður sætt. Why is this so important? Af hverju er þetta svo mikilvægt? Why did God just say, Hvað var Guð að segja? let's go over to Elim? Af hverju sagði hann ekki bara, heyrðu, Yes, sleppum I'm þessu og better. förum beint til Elí? I know there's better water over Ég there. veit að það er betra vatn þar. It was too late. Það var of seint. They had it on the inside. Þeir voru konum með vatnið í sig. You see, before you can move on to Elim, Áður en getur farið til Elím, God wants to heal you at Mara. vill Guð lækna þig á Mara, við Mara. You know why? Veistu hvað? Because He wants you Vegna sem vill þig to have a sweet taste að þú fáir þess sæta bragðið of your past frá fortíðinni when you enter into your future. þegar þú kemur inn í framtíðina.
But otherwise, Annars, when you come to Elim, þegar þú kemur til Elim, you will have an experience with you þá mun vera reynsla that will limit you, sem mun takmarka þig, that will make you afraid maybe. sem mun gera þig jafnvel hræddan. You have an experience of this bitterness. Þú færð að upplifa beiskju. That's why God wants to heal you Þess vegna vill Guð lækna þig when you are at Mara, þegar þú ert Mara. so that the water that was so bitter for you Þannig að þegar vatni sem var þér svo beist will be turned into a sweet water. verður breytt í sætt vatn. So then you are ready to throw yourself into the wonderful water in Og þá Elim. ertu tilbúin að henda þér út í lindirnar við Elim. Can you say amen to that? Hallelujah. Halleluja. Now, he put the people to test. Hann reyndi fólkið. You see, you are not tested at Elim. Þú ert ekki reyndur við Elim, You are tested at Mara. þú reyndur við Mara. When I was a young man, Þegar ég var ungur, I will not preach about this now, but I have actually very good preaching about temptations and trials. ég mun ekki, ég mun ekki predika núna, Because I'm a very tried man, you know. en ég hef góða predikun freistingar og reynslu. And I grew up in a conservative Pentecostal church. Ég var alin upp í mjög íhaldsama Hvítsunnukirkju You know, and I heard a lot about trials, og ég heyrði mikið svona reynslupróf, how God was testing us, hvernig Guð var að reyna mig and how God was punishing og us hvernig hann refsaði okkur jafnvel in order to get us to the right til path. að fá okkur á rétta braut. I grew up in that. Ég ólst upp í þessu umhverfi. Everything comes from God. Allt kemur frá Guði. Good things come from God. Góður hluti koma frá Bad Guði. things come from God. Vondir hluti koma frá Guði. He can be good one day, Hann getur verið góður einn daginn and then he can be really angry the og svo next getur day. hann vera alveg öskuill næsta So you dag. never knew where you had Þú God. vissir aldrei hvar þú hafðir Guð. You know, they portrayed God like an alcoholic. Hann var eins og alkoholisti. I have a friend that he grew up with an alcoholic father, Ég á vin sem ólst upp við alkoholista, pappas var alkoholisti and he said it was terrible og hann sagði það var hræðilegt. because you never knew what to meet. Þú vissir aldrei hverju áttu von á. One day my father was an angel, Einn daginn var pappi svo engill and he was wonderful. og hann var He gave dásamlegur. me everything. Gaf mér allt. The next day, Næsta dag he was a demon, þá var hann svo djöfulli and he hit me og and hann he sló mig og barði abused me. og misnotaði mig And then he said one thing that never left me. og svo sagði hann eitt sem hefur aldrei farið frá mér. I would have preferred Ég hefði kosið that my father would have been a demon all the time, hann hefði frekar verið djöfull allan tíman because then I would know what to expect. því þá hefði ég vita hverju ég átti að búast við. But now, because I didn't know what to meet, En vegna þess að ég vissi aldrei hverju ég átti it von á made me so insecure. þá var ég svo óöruggur. And you know, sometimes we have portrayed God that way. Stundum höfum við málað Guð svona. But you never know where you have Þú God. veist ekki hvernig þú hefur Guð. He can be against you one day, Hann getur á móti þér einn and then daginn he can be for you the other day. og svo er næsta dag þar á með þér. That was my upbringing. Svona ólst ég upp. And then I came to the Word of Life Síðan kom ég í lífets úr, orð in the lífsins, beginning of the 80s. í upphafi svona rétt eftir 80 And then we have a different, view of these things. og þar voru öðruvísi skoðunar og I kænsli grew up with gangi. this God is behind everything. Og ég ólst upp fyrir það að Guð væri bak við allt. Every bad thing that happens, Líka það vonda sem gerðist. God has his finger in it. Guð, hann var þar að verki. He is there orchestrating. Hann að koma ykkur í kring með þetta. But now when I came into the faith En movement, þegar ég kom í trúarheiminguna, now the devil is behind everything. þá var það djöfulli sem bak við allt. And to be honest with you, to be honest with you, to be honest with you, Til að vera alveg heiðalegur, that felt much better, það virkaði miklu betur fyrir mig. So in the whole 80s and the 90s, Og 80, 90 we were áratugin, coming against the devil. þá stóðum við bara í gegn djöflunum. We cast him out, Við kostum honum út cast him away, og kostum honum burt we cast him up. og We kostum were casting all the time, honum upp, vorum alltaf að kasta honum and it eitthvað. was always the devil's fault. Og það var alltaf allt djöflunum að kenna. One day a young man came to me and Eins og said, kom ungu maður til mér og sagði, the devil came and gave me this electrician bill. The electrician bill. djöfullin kom með hennar rafmagnsreikning til mín. Oh, that's really the devil. Þetta djöfullin sjálfur sem And að, I turned to him. og ég sneri mér að I honum. don't think so. Ég held að sé ekki hann, sagði ég. I don't think that the devil is using your Ég held ekki, electricity. ég ekki vissum að djöfullin sé að nota rafmagni He is heima a hjá þér. spirit of darkness. He is a spirit of darkness. Hann
He doesn't use lights, you know. Hann andi myrkusins, hann velur ekki ljósið. So we went to the extreme, you know. Svo við fórum alveg öfgan á milli. The devil was behind everything. Djöfullinn stóð bak við allt. You know, you speak to your wife. Þú talar við konuna þína. Get behind me, Satan. Vík frá mér, Satan. I don't want anything to do with Ég you. vil ekkert hafa með þig að gera. I come against that demon. Ég kem í gegn þessu And djöfli. we really came at it. Og við komum í gegn þessu. And you know, Veistu hvað? after a while, Eftir smá I stund, discovered þá komst ég að því að this truth is limping. þessi sannleikur hastrar mjög. Have you noticed sometimes that your truth are limping? Hefur tekið eftir að þinn sannleikur mjög haltrandi oft. Cannot walk straight. Hann getur ekki gengið beint. Limping. Hann hastrar. I came from a limping truth, Ég kom frá haltrandi sannleika and now I'm limping on the other leg. og núna var ég haltrandi á hinu fótleggnum. I'm totally crippled, you know. Ég var orðinn örkumla. Bring me a wheelchair, you know. Komið með hjólastól I fyrir mig. can't walk any Ég get longer. ekki gengið lengur. I'm limping. Ég haltrandi. Both legs. Báðum fótum. My God. So then, Síðan, I started to ask the Lord, ég fór að spyrja Guð. I have missed something here. Það eitthvað sem ég að missa hérna af I Guð. understand that you are good. Ég skil að þú góður always Guð. good. Þú ert I alltaf góður. understand that the devil is an evil devil. Og ég veit að Satan er And vondur he's always djöfull evil. og hann er alltaf vondur. But God, En Guð, somewhere I missed something here. ég er að missa af einhverju Guð. Because I read, scriptures. Ég les ritningarnar, For example, this scripture here. til dæmis þessa sem ég var að lesa. He put them to test. Þá reyndi hann þau. I've discovered Ég komst að því that God is testing me. að Guð reyndi mig. But what is God testing? En hvað Well, nákvæmlega he is not, er hann að he's testa? not testing my body. Hann er ekki að reyna á He's líkamann not minn testing my finances. og hann er ekki að reyna á peningamáli mín. He's testing only one thing, Aðeins eitt sem að Guð prófar í okkur, my heart. hjarta mitt. When God brings you to the test, Þegar Guð reynir þig, it is your heart. þá er það hjarta sem hann er að reyna. Can I ask you a question today? Má ég spyrja það einu, How is it with your heart? hvernig líður hjarta þínu í dag? Is your heart turned to the Lord? Snýr hjarta þitt að drottni? Is your heart directed to God? Snýr hjarta þitt að honum? Or are you turning away from God? Eða ert að snúa hjarta þínu frá Guði? Because all the things that happen, Af öllu því sem hefur gerst. God He is testing our hearts. Guð prófar alltaf hjartað. I've been way low down in the pit, Ég hef farið sokkið mjög djúpt í pittin sinking low, og ég hef sökk svo djúpt in despair and í hopelessness. örvendingu og vonleysi. I lost two kids, Ég hef mist 2 börn, one baby and one grown kid, eitt unga barn og annað eldra barn, and I was sinking down. og ég sökk. And you know when I hit bottom, Og veistu hver ég kom á botnin? guess who was standing there? Veistu hver var stóð á botninum? Jesus. Jesús. I thought to myself, Ég hugsaði með mér, where did you go, Jesus? hvert fórstu eiginlega, Jesús? I looked up, Ég leit upp, but he was down. en hann var niðri. I thought you up there in heaven. Ég held þú væri í himninum, But then when I was hitting bottom, en þegar ég kom í botnin, he was standing there. þegar ég náði botninum, þá stóð hann And he þar. said, Stefan, Og hann sagði, Stefán, take my hand. halt í höndina mína. We're going to climb up Við again. ætlum að klifra upp aftur. I know that you can't make this. Ég veit, þú getur þetta. I know that you don't stand a chance. Ég veit að þú mistir öllu. That's why I'm here. Þess vegna er ég hér. Take my hand and I will bring you up again. Takk til hönd mín og ég skal færa þau upp aftur. Hallelujah. The Bible says Biblían segir, he reached down hann rétti hönd sína til to the slimy pit í leirin, and he picked me í up. pittin, og hann lyfti mér upp. He made my walk stable. Og hann festi göngu mína. No more limping. Ég hætti að haltra. Og stöðugur. And you know what? Og veistu hvað? He placed in me Setti í mig a new song, nýjan söng, a worship song tilbeiðslusöng to the Lord. til drottins. There was a man
Hann var maður, He went to Israel hann fór til Ísrael. and he came across this powder maker. Hann kom að svona leirkerasmið. He was making pots Hann var að búa til leirker of clay, úr leir, the að old-fashioned gera úr way. leir, á gamla mátan. When he stood there watching him, Og hann stóð og horfði á hann he saw that he was making this pot, og hann sá að hann var að búa til þetta ker and then went into the fire with the pot, og fór með það inn í eldin, took it out again, kom með og tók það út aftur, and then in and out from the fire. inn og út úr eldinum. So he was, and then he thought it was finished. Og á lokum hélt hann So var he put búinn it up on the shelf to be og sold. svo hann setti það á hilluna til þess að selja það. So he got so interested, this man, Þessi maður sem hann sá þetta he fylgdist went með, to hann var svo, þetta vakti to athygli the hans. potter, Svo hann fyrir til and he leirkerasmiðsins said, I see that you work with this pot. og ég sé að þú varst að vinna You með bring hennar it in and out from this og setur það inn og út úr furnace. eldinum But you know, and then you put it on the og shelf. síðan á hilluna. I have a question for you. Ég hef með spurningu. When do you know that the pot is ready? Hvenær veistu hvenær kerið er tilbúið? You don't have any instruments. Það er engin mælitæki. When do you know? Hvenær veistu það? And then he said, my friend, this is very easy. Og hann sagði það er mjög einfalt, vinur minn. I take it out from the furnace Ég tek út úr eldinum and I snap on it og ég gerði selbita with my finger. með fingrunum. And when the pot sings for me, Og þegar kerið syngur fyrir mig, it is ready. þá er það tilbúið. Yay! Hallelujah. You see, when the pot comes out Þegar kerið kemur út and it begins to meh, 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 og það verður me. when the pot sounds like your wife, Þegar kerið hljómar eins og eiginkonan, back into the furnace. þá fer aftur í eldin. When your pot sounds like your husband, Og þegar kerið hljómar eins og eiginmaðurinn, back in again. fer aftur í eldin. But when the pot sings for En you, þegar það syngur, then you are ready. þá er það tilbúið. Hallelujah. Amen. You see, in that place of testing and trials, Í þessari reynslu prófi, God is also working. þá er Guð að vinna. What is He working with? Og hvað er hann að vinna með? He's working with your heart. Með hjarta þitt. He doesn't want you Hann vill ekki to come to Elim að þú farir til Elín with complaining, með kvartanir with all this bitterness, og með biskjuna standing there og standir when í everyone Elín else is swimming og around allir having að a fun synda í time, gleðinni in the midst of a revival, og í vakningunni and you are standing og there. þú stendur að No. He wants to bring you to Elim hann vill fara with til a new Elín song. með nýja söng, A song to the Lord. söng til drottins. Hallelujah. A worship Amen. song. Tilbeiðslusöng. Amen. Can you say amen to Getur that? þú sagt amen? That's why Mara is so important. Þess vegna er Mara svo mikilvæg. What do you do at Hvað Mara? gerir með Mara? When you go to God Þegar þú fer til Guðs and you let God deal with those things in your og life leifir Guð að vinna við hlutina sem er í so that hjartanum He þínu, can help you svo hann getur to hjálpað þér turn your til experience að snúa reynsluðinni into wisdom. í vísku. You see, so many people, Svo margir. they have a lot of Þeir experiences, hafa mikla reynslu but they don't have so much wisdom. en þeir eru ekki með mikinn vísdóm. You know why? Veistu af hverju? Because God was not allowed to work with their Þegar hearts. Guð fekk ekki að vinna með hjarta When þeirra. God works with your Þegar heart, Guð vinnur með He will hjarta, turn your þá experience breytir hann reynslunni into a þinni place of wisdom. í visku. And wisdom will help Og others. viskan mun hjálpa öðrum. Experiences. The Reynsla. world is full of experiences. Heimurinn er fullur alls konar There is reynslu. no power in Það er that. ekki kraftur í But reynslunni. wisdom. En í viskunni, The world is desperately in need of wisdom. heimurinn þarfnast visku. And wisdom Og viskan comes kemur when you allow God þegar þú leifir to do Guði His að work gera hans verk in your í experience. þinni reynslu. Can you say amen to that? Amen. I never read these books Ég les aldrei þessar bækur about people's experiences. reynslu fólks. I read books Ég les bækur that have the sound of David in them. sem með Davíðs hljóminn í sér. You know the sound of David is? Veistu hvað hljómur Davíðs When er? he was an old man, Þegar hann var gamall orðinn, he said, I used to be young. hann sagði ég var ungur. Many of you can say that also. Sumir geta líka sagt það en þá I have been young ég hef verið ungur and now I'm old, og nú er ég gamall. but I've never seen En ég syng aldrei. God's servants Ég hef aldrei séð þjóna Guðs being forsaken. yfirgefna. Hallelujah.
I like that kind of books. Þetta, I like books that don't hide away the pain, svona bækur vil ég lesa. Það fel ekki sársökan, but I like books that says, en sem segja, I went through these things. ég gekk í gegnum þetta. I was down there, Ég fór í but pittin, I'm not there any en longer. ég ekki lengur í pittinum. Hallelujah. I'm up on the hill again. Ég nú aftur komin á hæðina. Amen. Oh, labashikiriya. Alveg kannast. So many people, Svo margir they are screaming out on the mountaintop, hrópa á fjallstoppunum and they forget everything when they come down into the valley. og þau gleyma öllu þegar þau koma niður í dalinn. They have such a strong message Þau eru með sterkan boðskap up there on the á mountaintop. fjallstoppinum. But when they come down into the valley, Þegar þau lenda í dalnum, they seem to forget everything that they have been preaching. þá er eins og þau gleyma öllu sem þau búin að predika upp í fjallinu. I prefer Mér finnst betra. that people, I prefer to listen to people. Ég vil frekar hlusta á They fólk got the revelation of God in the valleys. sem fekk opinberunina Guð í dalnum And now they are screaming and preaching og about síðan that hrópa á on the fjallinu, á mountaintop. fjallstoppum. Hallelujah. You will learn from God Þú munt læra frá Guði when you are down in the þegar valleys. þú ert í dalnum. Hallelujah. But you will preach it and scream it and Þú sing munt it hrópa when you það are og up on syngja the það top, á top of the fjallstoppunum. mountain. Can you say hallelujah Amen. to that then? Amen. Praise the Lord. Okay, oof, my God. Oh. So what do you need to do at Mara? Hvað þarf þetta að gera á Mara? You need to practice the power of the cross. Þú þarft að nýta þér kraft krossins í lífið þínu. The power of the cross is we can boil it down to one word: Það er hægt að taka allan kraft krossins í eitt orð. forgiveness. Fyrirgefning. Forgiveness. Fyrirgefning. I find it very hard to forgive, Ég finnst mjög erfitt að fyrirgefa. especially myself. Sérstaklega sjálfur mér. Why did I do that? Hverju gerði ég nú þessi asnastrík? How could you do that? Hvernig gastu gert þetta? I find it very tough. Mér finnst það erfitt. Sometimes it's tough to forgive others. Stundum er erfitt að fyrirgefa öðrum. Did I preach too long? He just wanted a hug. Forgiveness. Fyrirgefning. Sometimes we have a misunderstanding Stundum er misskilningur hjá okkur. that we think that forgiveness is to forget. Við höldum að fyrirgefningi feli í sér að gleyma. That's a very stupid idea. Það er kjánaleg hugmynd. Because if you forget everything, Þegar þú gleymir öllu, how can you learn anything? hvernig getur þú þá lært eitthvað? If you forget that abusive Ef- relationship Ef að þú gleymir misnótkunni í Was not good for you. sambandinu sem þú ert í, you may enter into a new abusive. þá er möguleiki að hann fari aftur í það setna. There are many things that you should not forget. Það eru margir hluti sem þú átt You ekki should að gleyma. remember that. Þú átt að muna. Forgiveness, Fyrirgefning, the power of forgiveness, kraftur is fyrirgefningarinnar not to forget. er ekki til að gleyma. It is to release. Það er til að leysa. It is to release. Okay. Did I say something wrong? So to release Til að leysa off from yourself frá sjálfu þér. the hurts and the things. Sársökan og eymslin. Actually, when somebody did something to you, Þegar einhver gerir eitthvað á þinn hlut, you can allow yourself to be a little bit selfish. það getur leyft þér að vera svolítið sjálfsöskur. So that is to say that you don't forgive that person because of that person. Með öðrum orðum, You þú ert ekki að fyrirgefa þessum forgive that einstakling person. fyrir hann eða hana. Because of you. Þú fyrirgefur þín vegna. It is not that person that needs to get delivered. Það er ekki þeir sem þurfa is frelsið. you. Þú þarft frelsið. You need to be set free Þú þarft frelsið. from that, those strings. Frá þessum strengjum sem halda þér í sársökunum. So when you release forgiveness, Þannig að þegar þú leysir fyrirgefninguna, you are the one that is getting free. þá færð þú frelsið. Because if you don't, Þegar ef þú gerir það you ekki, will have these invisible, cables. þá eru ósýnileg bönd sem tengið As alltaf soon við as þennan you see aðila. that person, as soon as you see that Leif og person, sér viðkomandi, power is going through that cable. að þá fyrir kraftur í með þessum ósýnilegu þráðum. You get really,
og þú fer í kerfi. You meet that person at the gas station, Þú hittir á bensinstöðinni, and all of a sudden, allt í einu, you begin to, og þá ferði allur í kerfi. and you wonder, what's wrong with Hvað me? að þér? What's wrong with me? Hvað eiginlega að mér? It was 10 years ago that Þetta happened. gerðist fyrir 10 árum síðan. Og samt, The cable is there. það þráður á milli. You need to cut that off. Þú þarft að sníða hana af. How do you do that? Hvernig gerur By það? practicing Með forgiveness. því að fyrirgefa. Release them. Leysa Give viðkomandi. them over to God. Gefa Guðan. I said, give them over to God. Gefa Guðan. And God will take care of that. Og Guð mun sjá það. You are the important one here. Þú ert það sem You skiptir need máli to þarna. be a person that can move on Þú þarft að vera þessi einstaklega sem without getur these haldið power áfram. sources. Án tengingarinnar. This cable connected to Þessar the tengingar við negative hann sem, power já, source. neikvæðu tengingar. Can you say amen to that? Number 2, Númer 2, remove the stone from your heart. veltu steininu frá hjartan. How do you do that? Hvernig gerur það? Well, think about the grave. Með því að hugsa gröfina. They came to an open grave. Þeir komu að opinni gröf. Why was the grave open? Hvers vegna var gröfin opin? Somebody says, a smart guy says, Einhver sagði, well, otherwise Jesus wouldn't come out. já, það er bara svo Jesús kæmist út. Let's go there. En það er kannski ekki svo vitlaust. He is the resurrected one. Hann hinn He upprýsni. comes through walls. Hann gengur í gegnum He doesn't dyr. need a door. Hann þarf ekki He dyrnar. is the door. Hann dyrnar. You know, think about it. Jesus comes up from the dead, Hann lifnar við, and rís his frá spirit dauðum enters into his body, og andinn kemur aftur and líkamans then, poof, og hann lifnar. no. Who put that stone there? Nei, hver setti steinin fyrir dyrnar? I was so close. Ég var svo nálægt í að vera frjáls. Ég reis frá dauðum en nú er ég inni í What gröfinni. idiot. Hvaða kjáni Put lokaði that big gröfinni? stone over there. Lokaði gröfinni minni. Now I can't come out. Nú get ég ekki komist út. He didn't need that. Hann þurfti ekki að neinum að halda til að velta Why steinum. was the stone rolled away? Akkur fór steinni frá? Well, not for Jesus' sake, Hann fór nefnilega ekki fyrir Jesú. for you and me, Hann fór fyrir þig og mig. for his friends. Fyrir vinnin hans. They came to an open Þeir grave komuðu opinni so they gröf. could come in there Svo þeir getur and komið they inn could see what was going on in og there. séð hvað var í gangi. They can have the information Það gáttu fengið that they upplýsingar. needed to move on with Að life. þeir þurfti að halda áfram að lifa. They could say, he's not Hann here. ekki lengur í So gröfinni. let's stop looking for him. Svo hættum að leita honum hér. He's not here. Hann ekki hérna. And the angel came. Og engillin Why kom do you seek the living amongst the og hann dead? sagði hvers vegna leitið He þið is lifandi not með hann here. döðu. Hann ekki He is hér. risen. Hann Hallelujah. upprisinn. Praise the Lord. I think about my heart Ég hugsa hjarta mitt and the openness of my heart. og opnun hjarta mínu. You know, when I open my heart, Þegar ég opna hjarta mitt, I invite people to walk into my þá heart. býð ég fólki að ganga inn í hjarta mitt. The problem with that sometimes Vandamáli stundum við það is that I have some stuff in my heart. að ég er með svona dót í hjartanu mínu So do you. og þú líka. The wonderful thing with Jesus En það var dásanlega með Jesú is that outside of the grave, að fyrir utan gröfina there was an angel var engill, standing there, stóð þar, guarding the open grave. passaði opna gröfina. Outside of the door of your heart, Fyrir utan we hjartadyrnar stand þínar an angel. er engill. God places an angel. Guð setur engill hjá þér And you know, you don't mess with angels. og það er ekki þetta að abbast upp á þá. Oh my God. So if you go in there and see something there, Að þú ferð inn og sérði eitthvað þar and it's you know, skvaller, how do you say that? When you gossip, Yeah. that gossip, Já, that gossip demon. já, þá kemur baktalsandinn fram kannski. Do you know what I saw? Veistu hvað ég sá? I saw sister so and so. Ég sá systur mína, hana, She had this in her life, you know. og hún var með þetta í sínu lífi. And I say this to you in confidence, Og of þá, course. ég segi þetta öruglega, ég auðvitað í trúnaði. Of course, you and I, we have a special Við erum relationship. með sérstúka sambandi, þannig ég So get sagt þér hlutum aðra. talk openly about this. Já, við getum að tala og skátt þetta. But I saw sister so and so. En ég sá hana systur okkar. He had Hún var að tjóra. If you do that, Ef þú gerir það, you will have an angel visitation, þá myndu engillin koma til þín. and that is not a fun one. You know. Og það er ekki gaman.
Don't mess with the angels. Ekki abbast upp á englana. They will take care of you. Þeir munu sjá þig. I said in the beginning of the meeting, I said we walk carefully. Við þurfum að ganga varlega hjartadyrnar. Because when I walk into a person's heart, Þegar ég kem inn í hjarta einhvers, I walk on holy ground. þá geng ég á helgum stað. And if I begin to misuse that, Og ef ég fer að misnota það, the trust that a person gives trausti sem einhver hefur gefið mér, to open the heart where the wounds are, að opna hjarta sem sárin eru, then I will get problems with the angels. þá lendi ég vandræðum með englana. But what about you? Hvað með þig? Maybe you prefer to have a stone outside your heart. Kannski viltu frekar hafa stein fyrir við fram að hjarta þitt. What kind of relationship will you have then? Hvers konar samband áttu þá? I meet people sometimes, Ég hitti fólk, they are friendly, þau eru vingjarnleg, but they are not heartly. en þau eru ekki hjartalí. And I prefer to have heartly people, Ég vil fá hjartalítt fólk, friendly people. vingjarnlegt fólk. You can train yourself to be Þú friendly, getur þjálfað þig að vera vingjarnleg kind. og svona fallegur og góður Hello. og tala fallega, How are you today? ávarpa fallega. Hvernig hefur það í dag og svo framvegis. Nice to meet you. Það er gaman að sjá þig. And you are standing there thinking, Og þú hugsar, pretender. það er að þykjast. And then when you meet a heartly Og person, þegar þú hitti hjartalítt fólk, all of a sudden there is contact þá er tenging and there is vulnerability. og það er veikleiki sem opnast líka. But we don't want to be vulnerable. En við viljum ekki inn með sína veikleik okkar We og want to vera be viðkvæm. Superman. Við viljum vera Superman. So you say hello. I'm strong. Ég er sterkur. I'm stark. Já, sterkur. We don't want to be vulnerable. Við viljum ekki vera svona viðkvæm. And then we meet Jesus. Og svo hittum við Jesú. He is the Superman, you know. Hann er Superman. He is the strongest of the world. Sterkastur allra. And the first thing he Og does, fyrsta sem hann gerir here is my wounds. og segir, hér eru sárin mín. Can you look at them? Sýnir okkur sárin sín. Wounds. Sár, I Jesú. want to see your superpower. Ég vil sjá kraftinni. Oh, fly in the air, Jesus. Fljúðum heiminin, Jesús. No. Nei. Here is my wounds. Hér eru sárin mín. Because there is healing in my wounds. Því það er lækning í sárum. Hallelujah. I will heal you. Ég mun lækna þig. And the healing stream is flowing from my Og wounds. lækningaströmmur flæðir úr sárum mínum. So it is with you also. Og þannig líka með þig. Hallelujah. Can you say hallelujah? Já, halleluja. There are so many things I could say to you tonight. Það er svo margt meira sem ég get sagt. I take one more Eitt í viðbót. and then we finish. Og svo ljúkum við Is þessu. that okay? Er allt í lagi? Okay, no. Not okay. Jú. When you are facing Mara, Þegar þú ert í Mora, you have an Hey, Mara. experience. þá farðu upplifunar reynslu. And that experience Þessi reynsla is your experience. er þín reynsla. And that experience Og þú reynsla is a fact. er staðreind. No one should take away that experience from you. Það er staðreind þú lendir í þessu. No one should come and say to you, Það er enginn sem getur komið og sagt, just get over it. nei, hættu þessu, láttu ekki svona, þetta var nú It's ekki just an neitt. experience. Þetta var bara smá Yeah, reynsla. let's get over it. Það var losaði við þetta bara. No, it is an experience. Þetta er reynsla, It is a fact. staðreind. You went through what you went through, Þú gekkst í gegnum það sem þú gekkst í gegnum. and it hurted you, Og það særði þig. and it damaged your Og það heart. skemmdi hjarta þitt. But my friend, En vinnu minn, it is a fact, það er staðreind. but it's not the whole truth. Að það er ekki allur sannleikurinn. I think about, relationships. Hugsa samband. You met a man. You met a man, Þú heitir mann beautiful, look like me, sem lítur eins vel út eins og ég, a lot of muscles. fullt af öðu og massa. He had the groove, Hann með grúfið í lagi. and you just thought,
Og þú hugsaðir, That's my prince. þetta prinsinn minn. So you just fell in love with him. Svo þú bara varst ástfangin. And then you got married to him. Og svo giftist honum. And then the day after the marriage, Og daginn eftir hjónabandi eða hjónavíkslinu. where did the prince go? Hvert fór prinsinn minn? He turned into a pig. Hann breytist í svín. A swine, yeah. Já, He became a swine. hann varð svín. Oh my God, what happened to the Hvað prince? gerðist eiginlega með prinsinn? He started to Hann var- and all kinds of sounds. Og alls konar hljóð. Yeah. And you wondered, my God, Guð, I thought he was a prince. ég held að væri prins. And now I'm married to a pig. Og nú ég giftur svíni. Swine. Já. Yeah. That's your fact. Þetta er staðreind. I met many men, they are pigs, you know. Ég hef heitt marga menn sem eru svín. They have dresses like princes, Og þeir klæða sig eins og prinsar. but they behave like pigs. En hegða sig eins og svín. I met them also. Ég hef búin að hitta þá líka. I'm not one of them. Ég er ekki einn af þeim. Talk to my wife, you find out. Já, þau getur bara rætt við konuna minni til að komast að því. In our case, it was the opposite. Hann var öfugt. She thought, oh my God, it's a pig. Já, hún hugsaði með sér, wow, hann er svín. But she discovered there is a prince over there. En hún uppgötaði prins. Hallelujah. Oh, praise God. That's your fact. En þetta er staðreind. But please, my friend, En veistu það? not every man is like that. Ekki hver einasti maður er svona. We have so many man haters in the world today. Við erum svo margar sem hata Women, kallmenn. they hate men, you know. Konar margar hata kallmenn. Oh, as soon as they hear that a man's voice, you know. Jafnvel þeir heyra karlmanns rödd. Pig, Svín, swine, svín, grease. grís. And they write books about men. Og það er skrifað heila bækur um All þessa menn. men are pigs. Allir menn eru svín. They are, oh, I know that as a fact. Ég veit að það er They staðreind. are really, really swines. Þeir eru svín. That's a fact, but not the truth. Þetta er staðreind, en þetta er ekki allur sannleikurinn. Or you man here, Þið kallmenn hér, you thought you married a princess. þið heldur kannski þið giftist prinsessunni. And the day after the marriage, Og daginn eftir, you discovered, þá komst að því see, she is a chicken. að hún er kjúklingur. I thought I was marrying a princess. Ég held ég hefði giftist prinsessu. My God, this is a chicken. Hún er kjúklingur. You say, my God. Guð, Oh, I get tinnitus, you know. ég fæ bara I hljóði. can't stand Ég it. get ekki, ég þólið ekki. When I wake up in the morning, Þegar ég vakna á mótnana, can you go up with the garbage? Go up with the garbage. getur bara með rusli út ef þið viti, getur hægt fyrir kaffi. Oh my God. Where did the princess go? Hvert fór prinsessan? And then you have this in your life. Og síðan í lífinu, Let me tell you one thing. að segja reitt, There are some women. það eru suma konur sem eru, They are like chicken, you know. það eru allir svo kjúklingar. They will give you tinnitus. Hvað er aftur? Þið heyrnasuð, þú fær heyrnasuð. Oh, they have that sound, you know, that you get. Erum þetta hljóð sem að tíðni sem að Do you know suðar what- eyrunum. Do you know why man needs a garage? Veitir á hverju karlmenn þurfa bílskúr? They just need to go out there Þeir þurfa bara að komast út í and skúr just sit there. og bara sitja. No one is talking. Það er enginn að tala, Quiet. það er hljóð, Totally quiet. algjör kyrrð. They don't even have to be with the Lord, you know. Þeir þurfa ekki einu svona að vera með drottni Just be þar, with themselves, you know. bara með sjálfu It's sér. so wonderful. Það er svo dásalegt. I often go out into my garage Ég fer oft út í skúr and I just sit there. og ég bara sita, I don't say anything. segja ekkert. That's my hiding place. Þetta er félustæður minn. And then some people say, oh, are you out there praying? Ertu út í skúr að No, biðja? I'm not praying. Nei, nei, ég er ekki að I'm biðja. escaping. Ég er að forðast, ég er að fela mig. We man needs that. Við kallmenn þurfum svona. But if you are married to this, you know, chicken type, Og ef þú ert giftur kjúklingatýpunni, that's your experience. þá er það þín reynsla samt sem áður. Please, please, Og veistu hvað? don't write a book about it.
Ekki skrifa bók það. We already know. Við vitum. We know everything about these Við things. vitum allt þessa hluti. That's your experience. En þetta reynsla þín. But that is not the whole truth. En þetta ekki allur sannleikurinn. There is no healing for those things. Ah. Just forget about the healing part there. Gleymum lækningun í þessu. Have you heard this story? Við heyrt söguna. There was a man, Það var maður. the Lord came to him Drottinn kom til and hans. said, my son, Sonur minn sagði. you have walked before me. Þú hefur gengið með And mér I'm so pleased. og ég ánægður. So I want to give you anything you pray about. Ég stoltur af þér og ég ætla að gefa þér hvað And sem the þú man biður got so um. happy, you know. Og maður var So svo he said, glaður oh God, og sagði Guð, can you please build a bridge to Hawaii? getur þú byggt öku eða brú Because til I'd love to Hawaii? go to Hawaii. Þið langar að fara til Hawaii. Oh, please, God, Guð, gerðu það Guð, can you do that? getur þú gert það? Heaven got silent. Og það var þögn á himni And the Lord came back and og said, Drottinn kom og sagði, my son, sonur minn, I can do that for you, ég get gert það, but I will have problems. en það vandamál. I have to change the whole ecosystem. You know. Ég þarf að breyta öllu lífkerfinu. I get the environment movement against me. Og öllu náttúruverndarsinnarnir munu koma á móti mér. You know, there's a lot of traffic there. Og það eru mikil umferð sem fara á Can you milli. please ask me another question? Getur Another þú spurt mig prayer? eitthvað annað en þetta? Okay, Ok, segir maðurinn. God, I ask you this then. Guð, ég bið þá Can you please help me getur þú hjálpað mér to understand the woman? að skilja konuna mína? I don't understand her. Ég skil ekki konuna. I get so confused. Ég svo ruglaður. He says one thing, she says one thing, Hún segir eitt and she means another. og meinar annað. I'm just a simple man. Ég er bara einfaldur maður. I cannot read these codes. Ég get ekki lesið þessa I kóða don't eða þessi understand. leinor. Please, God. Guð, gerðu það fyrir mig. Can you help me to understand? Hjálpaðu mér að skilja. Heaven got silent. Og þá var þögn á himnum aftur And after a while, og eftir smá stund the Lord came back. kom Drottinn aftur og sagði, Said, my son, sonur minn, that bridge, þessi brú sem varst að tala um, do you want 2 or 4 files? viltu 2 eða 4 akreinar? Oh, praise God. Hallelujah. Go with your experience Þú fer með reynsluna þína and let God bring His truth. og leifir Guð að koma með sannleikan. Can you say amen to that? Amen. Now, after Mara comes Elim. Eftir Mara kemur Elím. After Mara comes Elim. Eftir Mara kemur Elím. If I want to be a little bit prophetic, En við aðeins ganga fram í spámennskunni eða spádónum, I believe that God is moving this whole thing to Elim. þá trúi ég að Guð sé að færa allan hóp til Elím. Hallelujah. You stayed long enough at Mara. Þú ert búin að vera nógu lengi við Mara. You are supposed to come to Elim now Nú þarfst að koma til Elím with a lot of wonderful waters með fullt af fallu og sætu vatn. where you can enjoy yourself Það sem getur glaðist and enjoy life. og notið lífsins. Can I say it like this? Má ég segja það þannig? There has been a lot of Mara Það er búið að vera mikið Mara on Iceland. í Íslandi. I've been here many times. Ég er búin að koma oft til Íslands. I came first time in the beginning of the 90s. Rétt eftir 90 kom ég fyrst And I always enjoyed and I'm so happy to og be mér finnst here. alltaf gaman að koma til Íslands. But I also know En ég veit that there has been a lot of Mara. að það búið að vera mikið Mara. Something goes very good and Stundu gengur rosa vel flourish. og það blómstrar All of a sudden something happens. og allt í einu það gerist eitthvað And there's a lot of damage. og það er mikið skemmd So there is a lot of wounded people. og það er mikið særðu fólki. But you know what? En veistu hvað? God wants to bring Elim Guð vill koma með Elím to Iceland. til Íslands. Hallelujah. How many believe that? Hver margir trúa því? Turn to your neighbor and say, Snúðu þér að þeim sem situr hjá þér. I am finished with Mara now. Ég er búin að fá nóg að Mara. I am going into Elim. Nú fer ég til Elím. And then you turn to some other Og síðan snerið öðrum. and say, are you coming with me? Allar að koma með mér, segðu. Hallelujah. Amen. Now, I know that I preached a long time tonight, Ég veit að ég er búin að tala svolítið lengi. but I better myself some other time.
Ég mun laga það seinna, but not tonight. en ekki núna. In the beginning of the meeting, I said there is a healing anointing here. Ég sagði það í upphafinu að það lækningar And smurning. God wants to heal hearts. Að Guð vill lækna hjörtu. God will bring us to Elim, Guð tekur þig til Elím. but He wants you to come to Elim Hann vill að þú komir þangað with the condition of your heart, með ástand where hjarta you þess. can enjoy Elim. Þannig að þú getur notið Elím. Not a shadow of fear over you, Að sé ekki óttaskuggi yfir þér not limited og sett ekki neinn takmörk by í your þér own experiences. að þinni eigin reynslu. No, He wants you to fully enjoy Hann vill að þú komir og njótið til fulls what God has in store alls for you. þess sem hann hefur fyrir þig. Can you say amen to that? Amen. But even you En jafnvel þú that are not here tonight, sem ert ekki hér. you see there is many people that are not here Það tonight, eru margir sem ekki hér núna and they have experienced Mara, og þeir eru líka búin að fá upplifa and Mara they think that that was the end. og þeir halda að það sé endurinn og endalókin. But see, God is a God of En restoration, Guð reisir við and He will bring back again og hann reisir, næri í þau aftur and shape it into His being, og hann mun móta það á sinn hátt. so that His purposes Þannig að hans tilgangur and His plans og hans áætlun will be fulfilled. nái fram að ganga. My friend, Vinur minn, never give up on people. aldrei gefast upp á fólki. Never give up on Aldrei gefast upp. Keep on believing Halda áfram að trúa and let God be God. og leiðu Guð að vera Guð. Hallelujah. Halleluja. We want to see more people saved, Við viljum sjá fleiri frelsast and that's very good. og það er gott. But I want to see more people restored. En mér langar að sjá fleiri fólk rísa upp á ný. Hallelujah. Amen. And the other it doesn't have to be against one another. Og það þarf ekki að vera eitthvað sem að hefur tókstrið á millið We do ófrelsar both. hérna. Við nýtum, Hallelujah. við þörfumst allra. Shall we stand up together? Ég var að rísa þess á fætur. Just sing that heal me. Just sing it softly. Can you sing? Yeah, now. Okay. It's another good to see you Sunday morning. Oh, I hardly hear the words roll off my tongue. Looking in myself for signs of something that's long gone. Oh, I tumble through a verse that says you love me. As the voices echo, my thoughts drift away. And I close my eyes and shame, I'm feeling nothing. I pray. Heal me, heal these eyes, heal this heart, heal my mind. Breathe your breath of life, heal me, wake my soul from this sleep. Give me back the joy of when I first believed. Heal me. Oh, I lose myself to one more day's indifference. When my eyes are everywhere but fixed on you, I don't have the strength to overcome the distance, but you do. You do. Heal me, heal these eyes, heal this heart.
heal my mind. Breathe your breath of life, heal me, wake my soul from this sleep. Give me back the joy of when I first believed. Heal me, heal these eyes, heal this heart, heal my mind. Breathe your breath of life, heal me, wake my soul from this sleep. Give me back the joy of when I first believed. Heal me. Heal me. Oh, with Jesus. these eyes. Heal this heart. Heal his Heal heart. my mind. Breathe your breath of life. Heal me. Wake my soul from this sleep. Give me back the joy when I first believed. Heal me. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Ay, 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 ay. Syria la mande, le, 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 le. Welcome, Holy Spirit. Come, the healing wind. We receive your touch tonight, Lord. Healing every wound. Oh, sing a new song before the Lord right now. Simulamoni, Sibarenden, Simulaman, I don't really know how to do this, Ég veit ekki alveg hvernig ég á að gera þetta, in what way we should á do hvaða, this right now. á hvaða hátt. There are many ways we can Við getum, pray for people, beðið fyrir fólki á margvíslegan hátt. but I think tonight En í kvöld eða núna that I actually want to invite you langar mig að bjóða þér to step up and come forward here. að koma hérna fram. You come with your wounds. Komdu með sárin þín, You come with your hurts. komdu með særindin, You eymslin, come with a broken heart. komdu með brosti í hjarta þitt. And Jesus is laying his hands Og Jesús mun leggja hendur on your heart á hjarta þitt tonight. í kvöld. Tonight. Í kvöld. Hallelujah. Some of you, Sum ykkar you have gone through a process hefur gengið í gegnum ferli and so many things has happened og svo margt sem hefur gerst and it's wonderful. sem dásamlegt líka. But God wants to complete and finish his work En Guð vill fullkomna verkið sitt so that your broken heart svo að brosti hjarta þitt can be usable verði heilt nota til heiðurs in the hands of the Master. í hans höndum. Hallelujah. Oh, my friend, Vinur minn, when God is finished with you, þegar Guð búinn að vinna verkið þitt, your greatest asset þá það helsti styrkleikið þitt, will be your wounds. það sárin þín. Your greatest asset Það helsti styrkleikið will þitt be those things í þeim hlutum. that hurted you the most. Það hluti sem meiddu þig mest. It seems impossible, Það virðist vera ómögulegt, but that's typical God. en þannig Guð. That was meant for evil. Það sem átti að gera til ills, He used it and turned it hann around sneri því við and used it for og good. notaði til góðs. Hallelujah. In God's rehab plan, Í endurhæfingu